Tíðahringur kvenna að meðaltali 28 til 30 dagar, oftar nær 28 dögum. Tíðahringur kvenna svo tími sem það tekur legið að gera tilbúið fyrir frjóvgað egg, taka við frjóvguðu eggi eða ekki og losa allt út og byrja upp á nýtt. Tíðahringur að meðaltali 28 til 30 dagar, oftar nær 28 dögum, en hjá stelpum sem eru nýorðnar kynþroska þá algengt að þetta sé ekki mjög reglulegt. En hjá flestum konum eftir að þær hafa náð ákveðnum aldri þá verður þetta frekar reglulegt. Tíðahringurinn byrjar á blæðingum. Fyrsti dagur í blæðingum fyrsti dagur í tíðahring, þetta talið þannig. Og blæðingarnar taka nokkra daga, einstaklingsbundið hversu marga daga, mjög einstaklingsbundið hversu mikið konur finna fyrir því. Sumar konur finna mikið fyrir verkjum og óþægindum og meðan aðrar finna minna fyrir því. Það kallaðir túrverkir. En þetta tekur nokkra daga. Eftir blæðingar þá fer legið að byggja upp slímhúð, svona blóðríka slímhúð innan í leginu. Það til þess að gera tilbúið fyrir frjóvgað egg. Það bil í miðjum tíðahringnum, cirka á 14., 15., 16. degi, verður egglos. Þá losnar egg úr eggjastoknum öðru hvoru megin og fer hérna niður og tilbúið að mæta þá sáðfrumum. En koma sáðfrumur hér í hverjum einasta mánuði? Nei. Það bara alls ekki þannig, en það verða konur ekkert ófrískar í hverjum einasta mánuði. Þannig að yfirleitt kom engar sáðfrumur og eggið annarkvort leggst hérna í himnuna og bara bíður þar eða skólast hérna út. Því að svo heldur þetta áfram að stækka þangað til á cirka 28. til 30. degi. Þá segir líkaminn, heyrðu, það ekkert að gerast hérna, út með þetta. Því að þessi slímhúð, hún fer svo bara skemmast. Þannig að það þarf að hendin út og það eru blæðingarnar. Og síðan byrjað upp á nýtt. Svona gengur þetta hring eftir hring eftir hring. Það ákveðna vörur sem konur geta notað til þess að hjálpa sér við að eiga við þetta. Dömubindi eru notuð til þess að grípa blóði sem kemur hugsanlega út og túrtappar eru til, séu nokkra típur af þeim eru notaðir til þess að taka við blóðun og koma í veg fyrir þar að fara út. Svona bikar notaður til þess að grípa blóði líka. Hvað konum finnst best að nota mjög einstaklingsbundið og ég ekki kona þannig að ég ætla ekki að þykjast vera neitt sérfræðingur í þessu. Ef hins vegar að það kemur egg hérna upp og frjóvgar egg, þá þarf eggið að fara hérna úr leggöngunum upp leghálsin, upp í gegnum legið, út eggjaleðarann og sáðfrumurnar fara báðum megin, því að sáðfrumurnar vita ekkert hvar eggið og hitta egg öðru hvoru megin og þó það séu mörg hundruð milljónir sem leggja af stað, þá yfirleitt bara nokkrar sem komast að egginu. Meirihlutinn deyr á leiðinni. Eða festist eitthvað staðar. En þegar þær koma að egginu þá reyna þær að bora sig hérna inn í gegnum himnuna og þegar að ein kemst í gegn að þá breytist eggið, bara leið. Þannig að það aldrei þannig að 2 egg ná að komast inn í einu. Frjóvgaða eggið fer svo hérna niður í legið og festist í blóðríku himnunni sem ég búin að nefna áðan. Þar fer eggið að skipta sér og byrjar í raun að skipta sér á leiðinni þarna niður. Eitt egg, og þetta heitir okfruma þegar eggið í raun búið að frjóvgast. Köllum að frjóvgast þegar egg og sáðfruma renna saman. Og þá heitir þetta okfruma. Hún skiptir sér og verður að 2, þessar 2 verða 4, 4, 8 og svona heldur þetta áfram. Myndast í raun hálfgerður bolti af frumum. Þetta köllum við fósturvísi og síðan hægt og rólega breytist þetta í fóstur. Líkist ekki barni fyrstu dagana og vikurnar en fyrir nú fljótlega að gera það samt. En það sem myndast í okkur, af því að við erum fylgjudýr, það myndast legkakasjáði. Og hún nærir fóstrið, en æðarnar í legkökunni, þar blandast ekki saman æðar barnsins og móðurinnar. Það getur verið hættulegt. En hér liggja æðarnar algjörlega hlið við hlið. Þannig að súrefni kemst á milli, úrgangsefni komast á milli, næring kemst á milli. Þannig að móðurinn andar og borðar fyrir barnið og kemur úrgangsefnum frá því líka. Þannig að þetta gefur okkur færi á að ganga miklu lengra með, eins og við töluðum í síðasta kafla. Almennt ganga konur með í 40 vikur að meðaltali, það 9 mánuðir en eðlileg meðganga
þar að segja ekki að vera of snemma eða of lengi, telst vera frá 38 vikum upp í 42. En það alveg til í dæminu að konur eigi fyrr og í dag yfirleitt lítið vandamál nema þetta sé eitthvað mjög snemma. En þegar fóstur fullþroskað þá fæðir konan barnið og þá þarf það að komast hérna út hálsinn og út leggöngin, og þegar það talað þið sjáðu þetta í bíómyndum og sjónvarpsþáttum, það talað að það sé verið að bíða eftir að komast í 10 í útvíkkun, það leghálsinn, þetta hér. Hann þarf að verða orðin ákveðið teygður til þess að barnið komist út. Stundum það þannig að börnin skorðast einhvern veginn föst og þau fæðast yfirleitt þannig að hausinn kemst á undan. Hitt alveg til þó, gerist alveg annarslagið að fæturnir koma á undan. En ef að barnið kemst ekki út, eða læknar bara meta stærðin á barninu þannig og stærð konunar að það sé ólíklegt að það komist út, að þá framkvæmdur keisaraskurður. Og það til tvenns konar keisaraskurður eiginlega. Það keisaraskurður sem ákveðin fyrirfram af margs konar ástæðum, og þá ekki reynd hefðbundin fæðing. Og svo til eitthvað sem heitir bráðakeisari, og það þegar að verða að reyna hefðbundna fæðingu en hún ekki að ganga. Og þá í raun rokið bara tekin ákvörðun núna, við þurfum að sækja hana krakka, og þá skorið gat á magan og legið, og það skorið frekar lítið gat hérna, frekar neðarlega, svona rétt nóg bara þannig að barnið komist út. Leiðir til þungunar nokkrar. Algengasta leiðin og hefðbundna leiðin bara venjulegar samfarir, þar sem karl og kona hafa samfarir og sáðfrumurnar fara sína leið eins og ég búin að lýsa áður. En það til eitthvað sem heitir tæknifrjóvgun. Þá teknar sáðfrumur annað hvort frá maka eða einhverjum öðrum, eins og til dæmis úr bara einhverjum sæðisbanka. Og þá fengið egg hjá konunni og þá fer frjóvgunin oft fram bara í tilraunaglasi. Og síðan frjóvguðu egg eða eggjum jafnvel komið fyrir í leginu, og sem að tekst stundum og stundum ekki. Gjafasæði þegar það fæst sæði einhversstaðar annar staðar, yfirleitt úr sæðisbönkum. Það engin sæðisbanki á Íslandi, þannig að konur á Íslandi sem þurfa gjafasæði sækja yfirleitt til Evrópu. En það gilda reglur það hversu margar konur mega nýta gjafasæði, hvort að börnin hafa færi á að fá upplýsingar pabba sinn og alls konar í þá áttina.